Komið í sæl og velkomin í hérna árlegu kryddsíldarveislu okkar hér á Hótel Borg. Það margs að minnast frá þessu ári og hér fyrir aftan mig eru forystumenn stjórnmálaflokkana sestir hjá þeim Páli Magnússyni og Sigmundi Erni til að gera upp árið. En það verður fleira á boðstólum en áramótahreingerning í pólitíkinu og síldin góða. Við fáum efnilega söngvara í heimsókn, þau Auði Gunnarsdóttur og Finn Bjarnason, menn ársins koma líka til okkar. Og svo verður Marteinn Mosdal aðeins að fá að blása áður en árið allt. En það ekki eftir neinu að bíða, kryddsíld 1997 hafin. Já, og best að vinda sér strax í það að kynna gest okkar. Mér á vinstri hönd Sighvatur Björgvinsson, formaður Alþýðuflokksins, Halldór Ásgrímsson, formaður Framsóknarflokksins og Guðný Guðbjörnsdóttir, formaður Þingflokks Kvennalistans. Og hægra megin á skjánum, mér á hægri hönd eru Margrét Frímannsdóttir, formaður Alþýðubandalagsins og Jóhanna Sigurðardóttir, formaður Þjóðvaka. Og eins og fyrir árin þá kemur Davíð Oddsson, formaður Sjálfstæðisflokksins og forsætisráðherra ívið of seint. Hann núna að taka upp sitt árlega áramóta ávarp og kemur hér liðlega 15 mínútur, eftir liðlega 15 mínútur, en það bara fyrsta spurning. Já, við vindum okkur strax í það, venjum samkvæmt að spyrja menn persónulegar upplifanir á því ári sem að líða burt séð frá pólitíkinni. Við komum að henni aðeins síðar í þættinum. Sighvatur, gjörðu svo vel, þú myndir vilja byrja. Já, ég hef nú ekki mikið fyrir það að vera með svona mitt persónulega fjölskyldulíf í sviðsljósinu. En ef þú spyrir svona mjög hreinskilnislega það, þá það eiginlega tvennt. Annars vegar eignaðist eldri dóttir okkar og maður hennar sem búið út á Kýpur sitt fyrsta barn. Til hamingju með það. Til hamingju með það. Það ekki fyrsta afabarnið það? Nei, það afabarn nr. 3. Yngri dóttir mín á 2 börn og yngra barnið hennar hefur verið veikt á þessu ári og ekki búin að ná sér enn. Þannig að það bæði sorg og gleði sem að koma þar við sögu. Nú að öðru leyti var þetta mjög hefðbundið ár sem að var að líða. Kannski mér minnistætt af óvenjulegum atburðum að ég tók þátt í hagyrðingamóti austur á Vopnafirði í fyrsta skipti. Og hafði afskaplega gaman af því, ekki síst vegna þess að þar fyrir austan eru ættarslóðir móður minnar og ég nú ekki komið þar oft. En við eigum það sameiginlegt við Halldór Ásgrímsson að eiga svona taugar til þess héraðs, hann sjálfsagt meira heldur en ég. Hefur gott bragð? Það ekki mitt að dæmi það. Ég hef gaman að þessu og ef einhverjir aðrir hafa gaman að því að hlusta á það sem ég gerir, þá tilganginum náð. En heldur þessu til haga? Skrifar þetta niður? Nei, ég skrifa þetta aldrei niður, gleymi þessu jafnóðum. Þannig að þetta verður ekki gefið út? Nei, þetta verður aldrei gefið út. Þetta bara dægurflugur. Halldór, þú hefur haft ærin starfa á þessu ári sem utanríkisráðherra og formaður Framsóknarflokksins. Eiga stjórnmálamenn og þá allra helst ráðherra eitthvað einkalíf? Já, þið eru nú að spyrja einkalíf. Við erum að reyna að draga það fram svona hvort? Já, heiðlilega. Það ykkar mál, en ég tek nú undir með Sighvatur. Þetta nú kannski takmark fyrir því hvað stjórnmálamenn hefur verið að bera sitt einkalíf á svona borð. Þetta nú þannig dagur að það má... Já, allt í góðu lagi með það. En ég ekki hagyrðingur eins og Sighvatur og var ekki á neinu hagyrðingamóti á mínum gömlu slóðum, en við höfum það sameiginlegt við Sighvatur að við höfum eftir að reykja til Vopnafjarðar. Nú, ég hef átt mjög gott ár persónulega og mín fjölskylda. Við verðum nú bæði 50 í hjóninu á árinu og það minnuslegt og margir góðir vinir komið til okkar. Við vorum búin að vera gift í 30 ár og við heldum líka upp á það. Þannig að þetta hefur svona verið mikið afmælisár hjá mér. Og gerðu þið eitthvað sérstakt af þessu tilefni fyrir utan veislu? Fóruð í frí, venju fremur? Nei, við fórum það ekki. Við fórum nú hins vegar í svolítið frí austur í Lón og ég hef afskaplega gaman að því að fara þangað út á Lón og veiði í net. Ég nú ekki stangveiðimaður, það veldur nú hneykslan margra, ég skulle veiði í net og fórum inn í Lónsörafi og gengum þar Þetta sennilega eitthvað það stórkostlegasta og fallegasta í náttúru Íslands að mínu mati, þannig að það voru góðir dagar. Þannig að þú notar ekki þá frídaga sem þú tekur þér á ári hverju til að fara til útlanda? Nei, það nú eiginlega nóg ferðir erlendis, þannig að ég vil nú geta notið þess að vera hérna heima líka. En það nú gert meir úr því að ég sé alltaf í útlanda. Ég kem nú líka heim og nú að vísu tölvöld mikið í útlandu, það starf mitt. En ég reyna að fara ekki meir en ég endilega þarf. Guðný, þitt ár sem senn að baki bara eitthvað hæst í þínu einkalífi?
Já og nei, ég held að svona almennt hafi þetta verið fyrir mig og manni minn og börnin okkar mjög gott ár. Það hafi verið mjög annarsamt fyrir okkur öll og allir einhvern veginn á fullu í sínu lífi. En þar fyrir utan þá missti ég báða foreldra mína, þau létust bæði á þessu ári með 2 mánaða millibili, þannig að það var svona dálítið erfitt. Hvað fyrir? Margrét, íbúi Stokkseyrar og formaður Alþýðubandalagsins. Þú ert búin að eiga viðburðaríkt ár. Já, mörguleyti mjög skemmtilegt. Og það sem að, náttúrulega það sem að mér finnst svona, hlýða mér kannski mest ég hugsa svona tilbaka, það þessi tíma sem ég á með dótturdóttur minni sem að ég fæ lánaði eins oft og ég mögulega get. Síðan ferðarlög, það kajakaferðir á Stokkseyri sem að var alveg einstök upplifun sem að ég fór, 3 í sumar. Það eru svona Feneyjar Íslands. Já, þetta var alveg, sko, það var sérstaklega eitt kvöldið sem að var svo sérstakt, það sem að maður gæti siglt á kajaka svona inn í sólarlagi. Mjög sérstakt tilfinning. Það jafnvel minnisstæður en kúpuferðin? Nei, síðan auðvitað kúpuferðin. Það var mjög sérstök upplifun að koma til Kúbu og það ekki, ég held að það sé engin ferð sem ég hef farið erlendis þar sem að hefur haft eins mikil áhrif á mann að koma, en þetta svona eins og komin í svolítið annan heim. Hvernig líður fólkið þar? Það mikil fátækt, en það sem kom mér á óvart, það þetta stolt. Ég kom inn á nokkur heimili þarna, við keyrðum heilmikið við Jóngunar. Keyrðum þarna yfir 2000 km á 5 dögum til þess að skoða sem allra mest og komum hérna inn á nokkur heimili og það þetta stolt sem að býr hjá öllum. Stoltið yfir því að vera sem sjálfstæð þjóð og þó að það sé fátækt að þá halda menn reisn sinni, taka vel á móti okkur og það gleði og hlýja allstaðar sem að mætti í þessum litlu þorpum sem að eins og ég segi, þetta bara einhver allt önnur veröld, bæði að sjá faratækin sem þarna eru. Það engin götulýsing og við vorum á bíl þarna eftir að dimma tók og það var náttúrulega mjög sérstakt að keyra þar sem þú sérði ekki einasta götuljós, það líklega bara í Havana og svo Varadero. og einhver veitingastaðir, þeir voru ekki til þarna út í sveitum, en þessi hlýja og allir tilbúnir til þess að gera í raun og veru allt. Í kjölfarið var þið boðið í svona, að fréttum að dæma, í svona hálf opinbera heimsókn til Kúbu. Ætlarðu að þykja það boð? Ég hef ekki tekið ákvörðun það en ég viðurkenni það að mig langar að fara aftur og við hittum þarna, fórum til Havana og hittum þarna nokkra foringi á flokknum, Steingrími og Sigfússon, áttum við þá mjög fróðlegar og skemmtilegar samræður og síðan fékk ég þetta boð núna daginn að koma. Og mér finnst það mjög áhugavert og vildi gjarnan sjá að það væri þá hópur frá Íslandi, ekki endilega stjórnmálamenn, heldur kannski ekkert síður þeir sem að gætu þá orðið mann liði frá fyrirtækjum og athafnamenn og þeir sem að gætu kennt þeim eitthvað leið og við getum ýmislegt lært held ég af þeim. Jóhanna, hvað bar hæst svona á persónulegum vettvangi hjá þér á síðasta ári? Já, ég svo Guðný missti móður mín á þessu ári sem var kannski erfiðasti atburðurinn í mínu einkalífi, en það eru 2 atburðir sem standa mjög hátt og eru ánægjulegir á þessu ári. Það að ég eignaðist mitt fyrsta barnabarn sem nú að verða eins árs, sem kannski ánægjulegasti atburður sem ég upplifði mörg ár og kemur kannski næst tíð þegar ég eignaðist mína drengi. Nú síðan ferð mín fyrr á árinu ásamt nokkru þingmanni til Indlands sem var á vegum Alþjóða þingmannasambandsins sem var ráðstefna jafnréttismál sem var mjög áhugaverð. En það sem stendur þó eftir í minningunum þar bara þær hörmungar sem þar eru í mikla fátækt. Þarna 60% barna vannærð, helmingur fullorðinna ekki læs og heilbrigðiskerfið þarna allt í molum. Og ég sé oft svona fyrir hugskotssjónum börn, þetta voru kannski 7, 8, 9 ára stúlkur sem gengu með kornabörn betlandi. Þannig að atburðirnir þar alveg hörmulegir, maður aldrei trúað þessu. Ég hef nú verið á Kúbu eins og Margrét en þetta kemst ekkert næst þessu. Það fylgir því, við datt í hug ef við
spólum aðeins tilbaka, ef svo má orðið komast. Það fylgir því engin svona, ekki viljum segja deburð, heldur svona það að verða amma í fyrsta skipti. Það ekkert sem veldur svona neinum hræringum. Nú þetta orðið svona. Að maður sé orðið svo gamall eða það svona? Já, eitthvað svona. Nei, alls ekki. Mér finnst ég yngjast frekar upp við það að vera komið með barnabarn. Þetta alveg stórkostlegt að fá það til sín og geta leikið sér við það og svo ef það orðið erfitt, þá bara kalla í mamma og pappa. Þannig að þetta öðruvísi heldur en þeim að vera alla sjálfur. Sighvatur, líf stjórnmálamannsins á Íslandi, þetta varla starf, þetta lífstíl. Það held ég að sé nú ekki rétt vegna þess að við erum jafn ólík eins og við erum mörg og hvert okkar með... En þetta ekkert venjulegt starf á ég við? Já, það svolítið erfitt fyrir mig að meta það því að ég... Þú aldrei gert neitt þannig? Ég hef nú verið blaðamaður að vísu. Það að mörgu leyti líkt starfi stjórnmálamannsins. Það með öðrum orðum og það alltaf eitthvað nýtt á hverjum degi. Alltaf einhverju tilbreyting. Þú ert aldrei í neinu sama gamla farinu. Þetta spennandi, þetta skemmtilegt. Þetta eins og Finnbogi Rútur sagði blaðamennskuna, þetta eitruð prófessjón. En einhvern veginn þó þannig að þegar þú ert komin á bragðið, að þá viltu halda áfram og kannski það hættulegasta við þetta starf. Það það að menn frestast alltaf til þess eins og fjárhættuspilarar að reyna einu sinni enn. bara eitt tenniskast enn, þá gengur þetta. Þangað til yfirlíkur. Já, og stundum eru menn ekki búnir sko að fá nóg þegar að yfirlíkur og að kasta tenninu miklu lengur heldur en minni umurlega að gera. En þetta mjög svipað blaðamennsku. Skemmtilegt og hefur samskipti fullt af fólki. Þetta þreytandi og letjandi en það alltaf eitthvað nýtt. Og það kveikir í manni. Það nefnilega það. Það komið að Helgu Guðrúnu. Já, víkur þá söguna alls sérstökum kollega okkar. Sérstakur gestur okkar í Kryddsíldinni í dag 7-fréttaskáldið Marteinn Mosdal. Hann stendur vaktina fyrir utan og inn í Alþingishúsinu við Austurvöll, vetur, sumar, vor og haust. Og það komið að stuttri sálumessu hans yfir þingheimi. Góði gestir, hér koma 7 fréttir í Kryddsíldinni og Kryddsíldin í 7 réttunum. En þá komið að kasta kveðju á þingkellingarnar hérna í Hegningarhúsinu við Austurvöll. Völl. Á þessum einstöku myndu sjáum við inn í sjálfan þingheim og þeir eru meira að segja búin að búa rúmi sín í tilefni áramótanna. Busta klósettið og setja í sig pölskutennurnar og vondu samviskuna. Ég var alveg fús til þess að beita mig fyrir því. Þú hefur barist fyrir því hérna í þessu fangelsi að... Hvað var hann aftur? Ég búinn að gleyma hvað ég var barist fyrir. Svæða núna! Mér finnst það svo svívirðilegt ranglæti. Það limlesting af góðu máli sem hver einasti þingmaður var upphaflega sammála. Jæja, segðu nú vegna þessa, Össur! Vegna þessa. Takk fyrir! Hér var að berast frétt. Eins og þið sjáið, þá hefur verið að breiða yfir ósómann og var kominn sími til. Eða póstur. Og það fyrir vel fangana hér í faðmi lagana á Austurvelli og þeir fá sælgæti þriðjagöld sunnudaginn aðvendu eins og sést á þessum frábæru myndum. Herra þingforseti, hvert áramótaheitið? Það eftir 2-3 mánuði eða eitthvað. Eftir 2-3 mánuði eða eitthvað? Þetta var gott svar! Á morgun hrópa ég húrra fyrir landinu okkar, Íslandi. Já, ágæð hrópa húrra fyrir mér líka! Halló, Gæi! Gæi! Asniðin. Svona! Það veit á að segja hátturtur, ekki hættur. En að þessu slepptu. Ekki svekkjandi af að heitað Egill Jónsson allt síðastliðið ár og þar ár. Svona. Ég búinn að svara. Já, fannst þetta fyndið, já. Asniðin. Já, og núna rétt strax kemur KK-sextettinn og stórtsöngvarinn Marteinn Mosdal að taka sprellfjörugt lokalag. Ég kem alltaf aftur. En nú kemur Magnús Bjartensson með sömu gömlu andskotansliðin. Því miður. Já. Kemur Magnús.
Þetta er sjálfsögðu Marteinn Mostar. Þokkalega kveðjur. Já, heldur betur. Sighvatur, fyrir ári síðan sátum við hér og ræddum lífið hér á Austurvelli og þú komst inn á glæpamál. Þú þyrðir varla að labba hér að kvöldlagi yfir Austurvöll vegna þess hversu næturlífið væri orðið, grimmúðlegt hér í miðborginni. Hefur eitthvað breyst? Já, ég sagði frá því að starfsmenn Alþingis hefðu boðið fjárlaganefndarmönnum sem að vinna hér oft langt fram á kvöld, fylgd yfir Austurvöll. Já. Bara sem dæmi það hvernig ástandið hérna. Þetta er ekki glæpir, þetta er agaleysi. Agaleysi í þjóðfélaginu sem birtist í sínum ófegurstu myndum á kvöldin helgar til dæmis hér í miðbænum. Og það er sárt að horfa upp á þetta. En hefur þetta eitthvað breyst? Nei, þetta hefur ekkert breyst. Það hefur ekkert breyst og menn kenna öllum, menn kenna skólunum, menn kenna lögreglunni, menn kenna bæjaryfirvöldum, öllum nema sjálfum sér. En þetta er bara einfaldlega því að kenna að Ísland er að verða agalaust samfélag. Það er að segja að það fara að bera stöðust meira á því að fólk ber ekki virðingu, ekki fyrir öðru fólki, ekki einu sinni fyrir sjálfu sér. Því að horfa upp á þjóð sem segist vera hamingjusamasta þjóð heimsins í skoðanakönnunum er ein af ríkustu þjóðum heimsins, virðist hafa fullar hendur fjármins og kosti hvernig hún skemmti sér, að horfa upp á hvernig hún gerir það og hvernig myndir af því birtast hér í miðbænum í Reykjavík á helgum og kvöldin er skelfilegt. Ég hef farið mjög víða heiminn, ég hef hvergi nokkur staðar séð svona ástand, hvergi nokkur staðar, og ég taka það fram að þetta er ekki fyrst og fremst unga fólki sem á sökina. Það sem maður sér hér verst og skelfilegast, það er hegðun fólk sem er komið vel á fullorðinsaldur. Fólk sem á heimili, fjölskyldur. Ég segi bara eins og ég veit ekki hvað er að ske í þessu samfélagi en það er ekki gott. Nú er stjórnvöldur alltaf góð til blóra. Hæpið virðist þó að kenna til dæmis í ríkisstjórnunum þetta, Halldór. Ertu sammála því sem Sighvatur er að lýsa og hverju er þá að kenna? Mér finnst nú Sighvatur draga upp kannski heldur dökka mynd en ég er ekki að gera lítið úr þeim vandamálum sem við höfum... Ég er bara að segja hvað við sjáum hér á kvöldin og helgar þegar við höfum auðvitað sjáum við oft skelfilega hluti og þetta er nú meðal annars afleiðing eiturlyfja og annars ófagnuðar sem er að streyma yfir heiminn. Það er upplausn í mörgum fjölskyldum, það verður að viðurkennast og sennilega þurfum við Íslendingar að beina athyglinni miklu meira að fjölskyldunni sem stofnun og reyna að styrkja hana. Það þýðir ekki að mínu mati að segja sem svo að skólarnir þurfa að gera meira, kirkjan þarf að gera meira, stjórnmálaflokkarnir þurfa að gera meira. Auðvitað er það allt saman rétt, við getum öll gert meira en fjölskyldan sem stofnun, þar sem er ákveðin agi, það er ekki ætlast til þess að skólarnir séu eingöngu með aga, það verður að vera agi á heimilinu og það verður að vera góðar fyrirmyndir og hætturnar eru allstaðar. Það er engin vafi á því, en ég heldur verðum fyrst og fremst að hugsa þetta sem einstaklingar og náttúrulega sem þjóð. Og ég held að þýði ekkert að kenna neinum sérstökum en það er engin vafi á því að stjórnvöld geta á margan hátt betur komið að þessum málum og ég held að sé full samstaða það meðal stjórnmálaflokkana og meðal allra á Alþingi. Ég held að skorti ekkert viljan þar, hvar svo sem menn er í flokki. Er það kannski... Það spendur bara á eitt í sambandi við það. Þetta er ekki bara þessi tiltekni hópur sem er í vandræðum út af fíkniefnum eða öðru slíku. Það sem maður horfir upp á hér er fólk kastandi af sér þvægi út alla veggi, ælandi, rífandi upp gróður, brjótandi glugga. Þetta er ekki fólk sem er undir áhrifum vímuefna, það er að segja ólöglegra vímuefna. Þetta er bara fólk sem sleppir gjörsamlega fram af sér beislinu, hefur engan aga á sjálfum sér, ber ekki nokkura virðingu fyrir umhverfi sínu og síst af öllu fyrir sjálfum sér sem persónu. Það er þetta sem að mér finnst skelfilegt. Er þetta, Jóhanna, einhver ólæknandi þjóðarlöstur eða er þetta einhverjar aðstæður sem hafa skapast í samfélaginu sem valda þessu? Við erum því miður að sjá vaxandi fíkniefnaneyslu og líka ofbeldi á þessu ári því miður.
og auðvitað ber stjórnvöldum að skoða hvernig hægt að taka á þessu máli. Ég vil alls ekki kenna unglingunum það oft vitnað til þess að hérna safnist þeir mikið saman á nóttunni og verði mikið slagsmál og læti í kringu þetta. Mér hefur til dæmis dottið í hug hvort við höfum ekki fara þá leið sem hefur verið gerð á Norðurlöndum, ekki heyrum við svona læti þar. Akkur höfum við ekki frjálsan opnunartíma á vínveitingarhúsum þannig það sé ekki allir að fara út á sama tímapunktunum klukkan 2 eða 3 á daginn, til dæmis, á nóttunni segir. Það finnst mér með skoða. Síðan verða náttúrulega stjórnvöld að herða tökin varðandi fíkniefni og innflutning á þeim. Ég held að sé alveg ljóst að það ekki lagt hald á nema brota þeim fíkniefnum sem koma inn til landsins. Þannig við verðum að láta töluvert miklu meiri peninga í það heldur en stjórnvöld hafa gert. Bæði núverandi stjórnvöld og fyrrverandi stjórnvöld. Ég ekki að kenna þeim það sérstaklega sem nú stjórna. En við verðum bara að leggja meiri peninga í forvarnir í fíkniefnamálum. En spyrja má líka, Margrét, varst þú, Jóhanna og aðrir sem sitja hér við borð, eitthvað betri þegar þið varuð ungar stelpur á sveitabálum hér í gamla daga? Voru ekki jafn mikil slagsmál, jafn mikið agareysi, jafn mikil firring í þá daga en það bara eitt sem skildi að það komst ekki fréttir þá? Það kemst ekki fréttir í dag? Ég var einmitt að hugsa þetta þegar Sighvatur var að lýsa þessu. Ég man eftir ýmsum sem pissuðu upp á veggi sko á Hótel Borg, á hérna Borg í Grímsnesi og þar sem ég fór á dansleiki hérna áður fyrr. Slagsmáli voru auðvitað til staðar en öðru vísi, ofbeldið þetta er orðið svo grimmt, þetta er orðið svo ljótt í dag, það hefur breyst, menn slást kannski ekki lengur á sama hátt eða tuskast eins og þeir gerðu hér. Heiðarlegri slagsmál? Já, ef að hægt að tala það, að þá voru þau öðru vísi, það er orðið svo mikil grimmd og við búum í mjög breyttu þjóðfélagi og ég er heldur ekki sammála því að þetta sé kannski fyrst og fremst agaleysi vegna þess að ég hef verið að vinna með stórum hópi, bæði fíkniefnaneytenda og þeirra foreldrum og það er alls ekki að ræða að þessi krakkar komi endilega frá einhverjum brotnum agaleysum heimilum. Það er ekki þannig. Það er bara, við búum við allt annað umhverfi, það eru meiri ferðalög, auðveldara sem það nálgast efni heldur var og þetta hefur breytt öllu eðli skemmtana, það hefur breytt líka eðli aðbrota og við þurfum ekki að fara svo mörg ár aftur í tíman til þess til dæmis að sjá að þeir sem fengu dóma fyrir afbrot að þeir voru kannski teljandi á fingrum annarra handar sem hefðu verið undir áhrifum fíkniefna. Guðný, þú hefur skoðun á þessu líka? Já, ég held að það sé mjög mikilvægt að það er eitthvað í sambandi við lífsmynstri hér á landi sem að veldur miklu stressi og það er bara, ég er á saman því að líka agaleysi. En ég heyri eins og fólki sem er að flytjast út til Danmerkur, fjölskyldufólk, þeir segja það bara er allt annað líf. Maður er búinn í vinnunni klukkan 4 og 5 og þá hefur maður bara langan tíma fyrir fjölskylduna. Nú, Sjöspan í Fraklandi var að lækka vinnuvikuna niður 35 tíma. Ég held að við verðum, sko, hér hélt maður kannski að þetta mikla yfirvinnuböl væri eitthvað í rénum, en það virðist eins og við erum ennþá þetta skorpu fólk og fólk virðist líka skemmta sér í skorpum þannig að ég held að þetta sé verulega mikið spurning lífsstíl og agaleysi í þjóðfélaginu yfirleitt og einhvers konar lífsmunstur og ég held samt sem ég er mjög ánægð með það hvernig heimili og skóli og hvernig einstök bæjarfélög og sko margir er að taka sér á og ég held að sé rosalega mikilvægt að það sé ekki bara stjórnmálamenn, ekki bara foreldrar, heldur það sé skólinn, það sé allir þessir aðilar. Finnurðu fyrir auknum áhyggjum í þínum félagahóp hvað við ykkur börnunum, hafið þið meiri áhyggjur af því að börn ykkar og jáfnvel barnabörn lendi í einhverju? Ég verð nú að segja það og ég á nú 14 ára dóttur og 21 ára son og er mikið búin að fylgjast með þessu og þau segja mér þetta sé bara ofsalega mikið ýkt og bara já, í gegnum hóp minna barna þá bara vilja það allar ræða þetta sé algjörlega mikið ígjur og ég veit að bara vera heppin með mín börn og svo framvegis þannig ég held að þetta er þjóðfélagsmál en þá er það náttúrulega alveg ljóst að það snertir meira fjölskyldu miklu meira en aðra. Við höfum verið að tala svolítið kannski á neikvæðunótunum, við ættum kannski að klára þann kafla, við höfum eftir að tala hér hluti á eftir sem snúa að því sem gott hefur verið í þjóðfélaginu í ár, en ef þið ættuð öll að tilnefna eitthvað eitt atriði, bursið frá þessu sem við höfum verið að tala
sem hefur verið neikvætt á þessu ári, þróast til verri vegar, ekki í lagi. Ef þú ætti að velja, hvað það sem mest aðkallandi, eitt atriði, Jóhanna? Já, það alveg ljóst í mínum huga hvað það að þrátt fyrir góðærið þá held ég að misskipting hafi vaxið hér í þjóðfélaginu og það það sem við þurfum að taka á. Við sjáum það mjög víða í kringum okkur núna og ekki síst núna í kringum hátíðarnar. Margrét? Já, alveg nákvæmlega sama. Mér finnst misskiptingin hafa vaxið gífurlega og hef í raun og veru aldrei fengið, ég búin að vera í 10 ár í pólitík eða sem landsmannapólitík og þetta svona það ár sem upp úr stendur, hvað þann fjölda sem hefur komið í viðtöl til dæmis til mín vegna þess. Tilfinningaratriði þetta skortur stjórnarandstöðunar á því að geta komið með við skulum segja eitthvað handfast sem hefur farið á verri veg í þjóðfélaginu. Segja menn þetta til að segja eitthvað. Já, misskipting hefur vaxið og punkt. Guðný? Ég held að þetta sé rétt. Ég held að hún verði líka sýnilegra af því það meiri og meiri velmegun hjá sumum og þá myndast kannski meiri andstæður. Og ég verð að segja það bara núna í jólatraffíkinni hvað maður var oft stoppaður í búðum og bara farið að ræða við mig hvað það væri hræðilegt, hvað væri langir biðlistar á sjúkrahúsunum, hvað það væri hræðilegt, hvernig það væri hægt og svo bara forsætisráðherrann að lesa upp á bókál sínum í rólegheitum. Mér finnst fólk, og það fólk orðar það við mann, það reitt. Ertu sammála þeim tveimur að það sé þetta sem þú vildi nefna sem eitt atriði sem hefði farið Já, ég myndi segja þetta og vaxandi grimmd ofbeldi í þjóðfélaginu fíkniefnaneysla. Halldór, örstutt að lokum í þessari lotu umræðuna það sem hefur farið á verri veginn. Mér finnst það fyrst og fremst vera fíkniefni og ofbeldi, þetta með misskiptingu. Ég held að það sé rétt að það verður kannski sýnilegra en það engar tölur sem benda til þess að misskipting fari vaxandi hér á landi. Þetta eru hér margvísleg vandamál. Ég meina atvinnuleysi hefur farið minnkandi. Það eru meiri skil á lánum en áður, þannig að svona tölurnar benda ekki til þess. En auðvitað eru vandamál og vandræði einstaklinga sýnileg mjög víða í þjóðfélaginu. Þetta ekki bara vandræði sem að þjóðfélagi sjálft skapar, þetta líka vandræði sem einstaklingarnir sem persónur skapa með sínu eigin lífi. Það verður alltaf hversu mikið sem við gerum, en fara misjafnlega með sitt líf. Við höfum vonað á Davíð Oddssyni hér eftir skamma stund. Við skulum hleypa. Já, fyrir það sem þau hafa rætt hér, þá vil ég benda á það sem veldur mér mestum vonbrigðum á árunum sem að líða, ekki skuli hafa tekist að tryggja það með lögum frá Alþingi að auðlindir þjóðarinnar, sameiginlegar auðlindir þjóðarinnar séu eign okkar allra Íslendinga en ekki fárra útvalinna og að þjóðin njóti sanngjarnrar hlutdeildar af arðinum af nýtingu þessara sameiginlegu eigna. Þetta veldur mér mestum vonbrigðum og þetta eru að mínu viti stærstu mál Íslands í dag að tryggja það að þjóðin eigi saman auðlindir sínar og þjóðin njóti saman hlutdeildar af arði af nýtingu þeirra. Þessar auðlindir verði ekki settar í hendur fárra útvarina. Við höfum vonað á Davíð Oddssyni, forsætisráðherra og formanni Framsóknarflokksins, formanni Sjálfstæðisflokksins, ekki alvorið svona að ná í stjórnarsamstarf, en eftir örskamma stund, kannski þetta óskikki, ég veit það ekki, en við skulum skipta ofurlítið gír. Það rétt. Við Íslendingar eigum fjöldan allan af efnilegu tónlistarfólki, ekki síst söngurinn sem að stíga sín fyrstu skref á söngbrautinni erlendis. Einn þeirra Auður Gunnarsdóttir sem hefur nýlokið námi í Stuttgart. Hún syngur nú fyrir okkur lagið sem heitir eiginlega eftir áramótaheitinu hennar, I Want to be a Prima Donna, eftir Viktor Herbert. Undirleikari Jónas Ingimundarson. Mama is a queen and Papa is a king, so I am a princess and I know it. But court etiquette is a dreary thing. I just hate it all and I show it. Sing on the stage, that's the one I prefer. My favorite
Still, I do not fancy my position. I have not much use for the men that I meet. I quite burn with lyric ambition to sing on the stage with all life for me. David like Petrazzini, and Mera I'd oust if I would sing in Faust that opera by Signor Puccini. I've relates from the trails that would send the cold trails down the backside of my vocal frame. I would not be a prima donna, I long to shine upon the stage with my avoirdupois and my tra-la-la-la-la. I would be the chic sensation of pitch. I want to hear them shouting, "Viva to the diva!" Oh, very lovely that must be. That's what I'm dying for. That's what I'm sighing for. Art is calling. Svo skemmtileg og efnileg söngkona þarna á ferðinni Auður Gunnarsdóttir með I Want to be a prima donna eftir Viktor Herbert. En ég sé að forsætisráðherra mættir og sestur við borðið, svo ég held að sögunni víkir þess þangað. Já, hann mættur, Davíð Oddsson, velkominn á staðinn. Alltaf sífellt undrunarefni hérna ár eftir ár, af hverju ekki hægt að flýta upptökunni á þessum áramóta ávarpi svo þú getur verið hérna með okkur á réttum tíma. Getur við ekki sameinast að gera það næst ár bara? Það var reyndar þannig í gamla daga þegar mér sagt að ávarp forsætisráðherra tekið upp nokkrum dögum fyrir. En síðan gerist það í 1964 að Ólafur Thors fyrir forsætisráðherra lést á gamlársdag. Og þá þetta kalla út allt liðið aftur og taka upp ávarp að nýju. Og eftir það var ákveðið, mér sagt, að þetta ávarp skyldi tekið upp á gamlársdag. Þetta er fróðlegt. Það er sögulega skýringar á öllum hlutum. Gerum mér ekki grein fyrir þessu. En við reynum samt að flýta því hálftíma. Við spurðum hér kollega þína fyrir í þættinum hvað hefði borið hæst í þeirra lífi, hvað persónulega reynslu snertir. Já, þú gafst til dæmis út bók sem gekk afskaplega vel, en var það eitthvað annað í þínu persónulega lífi sem hvað, var öðruvísi en áður? Þetta var gott ár hjá mér og mínum að mestu leyti. Auðvitað ekki, svona það hefur verið áfall hjá okkur eins og öðrum. Ættingjamissir og þess áttar. En ræðum ekki hér, en öðru leyti gekk þetta allt saman mjög vel og var ár til ánægju. Hvenær skrifaði þessa bók? Sögurnar, þetta eru sögur, 9 sögur og þær hafa verið að verða til á undanförnum árum og svona í bútum, svolítið brotakent. Stundum hefur það verið í flugvélum sem hefur verið gert svona uppkast. Stundum hefur ég farið í sveitina með hundinn. Hann ber þá enga ábyrgð á sögunum. og svona stund og stund sem aðra noti í annað þá hefur þetta gengið. En er það ekki svolítið einkennileg, óvinnuleg upplifun fyrir þig að komast svo að því, já, að liðnum jólum að þú sett meðsöluhöfund? Og það kom þægilega óvart, það verð ég að segja. Ég var svolítið kvíðinn fyrir þessu öllu saman hvort ég ætti að gefa út þessa bók eða ekki. Svona hvort að maður ætti að láta það bíða. En það kom þægilega óvart og ég var nú svona hnút í maganum á aðfangadag. Nú væri fólk að opna pakkana og þar væru svona 9.000 pakkar með þessari bók. Einhver væri kannski hugsað með þegjandi þörfina. En Davíð, svo... Og svo hafa einhverju verið óskaplega fegnir að geta skilað manni. Davíð, svo við fáum þetta hreint í eitt skipti fyrir öll. Nokkri góði dagar án Guðnýjar, það er ekki Guðný Guðbjörns. Með þessar sögur það Kristín Áskisdóttir hafi keypt 10 eindögg til að fá marga góða daga án Guðnýjar. Ekki bara, ég er búin að fá svo margar spurningar út af þessu titli og ein skondin er svo og sonur minn er fyrst skipti erlendis yfir þessi jól, 21 og skamall og hann fekk náttúrulega þessa bók í jólagjöf og það leggja margir út af titlinum. Þannig að þessi titill er búin að hafa margvísleg áhrif á mitt líf, verð ég að segja. Er Guðný til?
Já, hún til á bók núna, minnst en nafnið hending. Snúum okkur aðeins að pólitíkinni, Halldór Ásgrímsson. Þú varst nú ekkert upprifinn þegar Davíð Oddsson, forsætisráðherra, reifaði uppstokkun í ríkisstjórninni í sjónvarpi nýlega. Upprifinn? Ég átti endilega að vera upprifinn. En það eins og gengur, menn ræða þessa pólitík. Var þetta ótímabært, Davíð? Ég ætla ekki að segja það. Ég meina hann talar fyrir hönd síns flokks. En kannski ég bara láta spákonurnar ráða þessu. Ég heyrði það í gærkvöldi að honum væri spáð vaxandi hlutverk í utanríkismálu, hann veitum bara kannski að stokka þetta upp og skipta. Þú værir ekkert á móti því, ef svo bara undir? Ég hef nú ekkert að gera það tillögu minni hérna, en það er kannski eins gott að spákonurnar ráða þessu eins og hver annar. Mér var sagt að þú hefði kannski... Íslendingar hafa gífurlega trú á spákonum. Ég heyri það, ég var í Sundlaugunum í morgun og fólk var að tala spákonurnar þrjár þarna eins og orðin hlut. Þetta væri bara, það væri konu jarðskjálftar og Davíð væri konu á kafi í utanríkismál og ég var einmitt að hugsa hvað á ég eiginlega að gera. Ég heyrði sagt að þú hefði lent í svona kannski svolítið pínlegri stöðu gagnvart þínum, eða með skoðstu sumum þinna þingmanna eftir yfirlýsingu Davíðs. Þeir byrjuðu að klæða sig öðruvísi, tala svolítið öðruvísi. Getur þú svarað mér í fullri hreinskilni, hefur enginn þeirra komið að máli við þig eftir þessi yfirlýsingu Davíðs og sagst vera reiðubúin að taka af sig? Nei, ég get alveg staðfest það í mikilli hreinskilni. Það er nú ekki venjulegt að maður sé beðinn sérstaklega að svara í hreinskilni. Já, ég held að sé ekki að tilefna Ég fékk bréf einmitt fyrir nokkru síðan þar sem ég væri beðinn að svara bréfinu í hreinskilni og samkvæmt eigin sannfæringu. Þetta lýsir kannski í orðið álitinu á stjórnmálamönnum að það þurfa að taka það sérstaklega fram að þeir svara af hreinskilni og sannfæringu. Það er eins og menn gangi út frá því að við gerum það ekki nema þessi sérstaklega beðið það. Ég get svara því að hreinskilni það hefur enginn komið að máli við mig, en ég vona að einhverju hafi hugsað sér það ef til kemur. En þig, Davíð, hafi einhverju komið að máli við þig út af þessu? Þingmenn á yfir? Það sem ég sagði var nú vorulega lítið. Ég sagði svona eitthvað þá lund í þá veru að ég teldi að það geti gerst að það einhverja breytingar á ráðherraliði á næsta ári. Ég áttu þau þetta þá fyrst og fremst hjá mínum flokki. En þetta er eins og með hina spákellingarnar, ég breyti þessi spákellingu þarna og með fullur vinningu fyrir kellingu náttúrulega. Hina spákellingarnar, þetta var bara tekið eins og veruleiki, eins og Halldór var að lýsa, leiði að búa að spá þessu. Og það má vel vera að ég hef talað óvarlega. Þetta var nú ekki sagt að vanhugsuðu máli, það hefði verið þraut, hugsað. Þú þekkir mig alltaf vel í það. Hefur þetta pólitískar afleiðingar þessi yfirlýsing? Auðvitað er að gera það til þess að hafa svolítið aga á þingliðinu svona í nokkra mánuði sem margir ganga með ráðherrann í maganum. Er þetta ekki til að aga á ráðherranum frekar? Já, ráðherranum líka og þingmannunum. Ég held nú ekki, ég held einu afleiðingarnar sem að þetta hafi séu raunverulega þær að fólk spekular í því sérstaklega einhverja þrjá tiltekna einstaklingar í ríkisstjórninni að þeir séu eftir vill að fara og þá Viltu nefna þá? Hvert þeir séu að fara og þetta nú upp á hans umræðu efni Íslendinga að spekulara fram og Hvaða þrír Sighvatur? En já, ef að marka maður á þín eigin kollega þá eru þeir fyrst og fremst að ræða tvo sjálfstæðismenn og einn framsóknarmann, það er að segja Þorsteinn Pálsson, Friðrik Sophusson og Guðmundur Bjarnason. En það liggur ekkert fyrir þessa menn, en auðvitað er þetta óþægilegt fyrir þá. Það sé verið að ræða þá svona eins og þeir séu einhverju bráðabirgðar á. Ég ætla að fara að segja hvort það kæmi engin mótmæli. Nei, bara aðeins að skjóta inn í vegna þess að við Sighvatur vorum nú saman í ríkisstjórn og þegar við myndum stjórnum saman við og Katarnir þá lýsti Jón Baldvin því yfir fyrsta daginn að það kæmi til mála að skipta ráðherra á miðju kjörtímabili. Hann lýsti yfir fyrsta daginn, þannig hann var dálítið fljóður svo fyrir. Gerði það strax í viðleið? Gerði það strax í gáttnum? Það kom í land. Og þið gerðu Þessu næst ætlum við að ræða svolítið sem var töluvert í fréttum á síðastliðnu ári. Það er stjórnunarstíll Davíðs Oddssonar sem var svolítið í því að slá ofurlítið á putta samráðherra sinna að því margir töldu. Margrét, tókstu eftir þessu? Já. Það var náttúrulega ekki hægt annað heldur en að taka eftir því og hefði ég ekki gert það þá hefði ég verið rækilega milt á það í fréttaannáum ykkar í gær og ég held einmitt að þessi yfirlýsing eða þessi örlitla yfirlýsing forsætisráðherra
það að hugsanlega yrði einhver skipti, hafi svona verið líka hugsuð á þann hátt því að þetta þjónar engum öðrum tilgangi heldur en því að gera einhverja þarna heldur óöruggari sig, sína stöðu. Áður en Davíð fær að svara, ég ætla að safna nokkrum álitum á þessu máli, áður en Davíð fær að svara því. Er þetta ekki bara, Jóhanna, neitt dæmið pólitíska kænsku Davíðs? Menn sögðu að þetta væri svona makkíavellískt atferli, það gæti verið sniðugt að senda ráðherra sína svona aðeins út á forræðið og kippa þeim svo tilbaka og heldur að þetta sé ástæðan? Er þetta bara kænska hjá Davíð? Þetta kænska hjá honum og maður velti því fyrir sig að þetta kemur svo oft fyrir, hvort það sé fyrirfram skipulagt að gera þetta með þessum hætti til þess að auka vinsældir þá Sjálfstæðisflokksins og Davíðs. Já, það virðist hafa gert það. Þetta alveg svínvirkar ef þetta er úthugsað, sko. Og ég velti líka fyrir mér af hverju þetta gert með þessum hætti. Ef þeim verður á ráðherrunum og þeir ætla nú að bæta ráð sitt eins og Halldór Blöndal, að minnsta kosti, og Friðrik Sófusson, af hverju lætur þá forsætisráðherra þá ekki njóta þess þegar komið er samkomulag að gera þetta með öðrum hætti? Nú held ég að Davíð og ríkisstjórnin hafi til dæmis mæta vel vitað þessa gjaldskrárbreytingu hjá Pósti og Síma. Þegar var ákveðið að gera það með öðrum hætti, af hverju kemur þá ekki Halldór fram og segir, já við höfum bara ákveðið að breyta þessu, þetta var vitleysa. Af hverju kemur Davíð alltaf fram? Það er það sem ég velti fyrir mér. Söfnum, enn í sarpinn, eru þetta pólitísk klókindi par excellence, Halldór, hjá Davíð? Það held ég alls ekki. Ég held að hann sé að sinna sínu starfi með þessum hætti og nú þetta með Halldór Blöndal, ég held að það meira verið svona tilviljun hvernig það gerist, annars ætla ég ekki að svara hérna fyrir forsætisráðherra, hann er hérna staddur. Nei, við erum að salva svona glóðum á honum aðeins Guðný, kannski örstutt, það er nú sagt að forsætisráðherrann er vitaskuld verkstjóri ríkisstjórnarinnar og á að halda utan starf hennar. Er þetta sumpart eðlilegt? Það getur engin annað slegið á puttan á ráðherrum en forsætisráðherra. Nei, en ég verð að segja það að þetta virkar á mig sem svo ódemokratískt gagnvart samstarfsfólki. Það er að segja hans samstarfsráðherrum. Það má vel vera þetta virki og þetta sé úthugsað. En ég myndi ekki vilja vera samstarfsmaður svona ráðherra sem að eilíflega er látin liggja í svaðinu. Mér finnst þetta ferlega og bara alltaf því dónalög viðbrögð gagnvart samráðherrum. Og það er eitt innlegg í sarpinu viðbóti, sé að Sighvatur alveg brennur í skinninu að koma að sinni athugasemd. Ríkisstjórn er ekki fjölskipuð stjórnvald, þannig að hver ráðherra er algjörlega ábyrgur fyrir sínum málaflokki. Ég heldur ekki að þetta sé einhver makkíavellísk undirhyggju viðbrögð Davíðs Oddssonar. Þetta er bara, hann kemur bara fram eins og hann er klæddur, hreint og beint. Og hann nýtur bara einfallega þess, reyna að vera hlutlægur í þessu. Hann hefur mjög sterka stöðu innan síns flokks og getur gert þetta. Og þjóðin tekur þessu vel, þjóðin vill gjarnan að menn láti svona í sér heyra, en það er bara ekki allir sem er í aðstöðu til þess. Hann er í aðstöðu til þess og hann gerir það, en ég sé ekki að þetta sé nokkur vélabrögð eða undirhyggja, þetta er bara Davíð. Svar Davíð frá Atli. Nú er búin að safna hérna 5. Já, en ég veit það, sko, það er að taka kannski nokkur dæmi, 3-4 dæmi af þessu tagi á löngum ferli, þar sem að hefur orðið einhver ágreiningur eða blæbrigðamunur milli mín og einstakra ráðherra. Fyrir ekki 3-5 dæmi á 2 árum? Já, sem ég hafa talað upp núna, já, það má segja það. Svona blæbrigðamunur, en þó er það nú ekki allt sem sýnist. Tökum dæmi af málu varðandi skattabreytingur daginn. Þá var talið að ég hefði slegið á puttan á Friðriki Sófussyni fjármálaráðherranum. En ákvörðun það að athuga gang mála vegna þess að sveitarfélögin gátu ekki fylgt með var sameiginleg ákvörðun ríkisstjórnarinnar. Mér var síðan falið að ræða við aðra vinnumarkaðarins og fara yfir málin. Og í framhaldi af því var umræður sem að báðir flokkarnir stóðu að, var tekin ákvörðun annað. Það kom í minn hlut að tilkynna það. En þar með ég gat þá verið að slá upp puttan á sjálfum mér með sama hætti. Og í þessu hef ég hvergi leynt og sagt allstað, menn á kosið hafa þetta með öðrum hætti. En er þetta meðvitaður stjórnunarstíll? Nei, forsætisráðherra getur þetta að grípa inn í mál á tilteknum tíma og það er reyndar þannig að þetta eru örfá dæmi. Í ríkisstjórnum þá er verið að slá á puttanamönnum allan tíman. Forsætisráðherrann líka. Það er gert innan ríkisstjórnarinnar. Forsætisráðherrann hefur einhver sjónarmið, hann hefur einhverjar skoðanir, hann hefur einhverjar tillögur og það er slegið á puttan á honum, bæði hálfu samstarfsflokksins og hálfu ráðherra hans eigin flokki. Það gerist innan veggja ríkisstjórnarherbyggisins iðulega. Vegna þess að Sighvatur sagði ríkisstjórnin er ekki fjölskipað stjórnvald en enga síður, þá þarf hópurinn að standa saman.
Ráðherrann ræður sinni ákvörðun 99%, en hann þarf að hafa bakland, hann þarf að hafa stuðning. Þó að hann eigi að ákveða einhver tiltekna hluti, ef hann gerir það alltaf einn, þá stæði hann á mörkinni. Þetta þekkir minn sessurinn Jóhanna. Það var iðulega sem ég get sagt það núna, orðið svona að það var iðulega sem við Jóhanna stóðum saman gegn hennar flokksbræður í ríkisstjórn í einhverjum tilteknum málum. Ertu sammála því, Jóhanna? Það kom fyrir. En almennt að þú tókst þetta dæmi með skatt, en til dæmis ef við tökum næsta dæmi á undan frestum skattalækkunar, ef við tökum hækkunina hjá Póst og Síma, hún var kannski svolítið annars eðlis heldur en... Hækkun á Póst og Síma var þannig að það lá fyrir bæði fyrir þingi og ríkisstjórn að breytingin að samræma gjöldin milli dreifbýlis og þéttbýlis myndi leiða til hækkunar í þéttbýli. Það lá fyrir í þinginu, lá allstaði fyrir. Eins og þegar tölurnar komu fram, það voru þær úr öllu samhengi og þær komu mönnum á óvart. Það sem ég fann að og gerði athugasemd við var vegna þess að þau mál heyra beinlínis undir mig. Upplýsingamálin. Þegar Póstur og Sími neitaði öllum upplýsingum, sagði þetta allt saman verið leyndarmál og væri ekki hægt að gefa fyrir hennar forsendur. Þá kom ég fram og sagði að það stæðist ekki. Forsendur ættu að liggja á borðinu. Það er nákvæmlega mál sem heyr undir forsætisráðherrann að úrskurða um. Sighvatur, hvað finnst þér ef við tökum einfallega mál Halldórs Blöndals og samskipti Davíðs Oddssonar og samgönguráðherra á þessu augnabliki á árinu sem er að líða þegar að Halldór Blöndal nánast gekk sneyptur út úr ráðherrabústaðnum? Mér fannst þetta nú vera mjög klaufalegt af hálfu bæði Halldórs Blöndals og stofnunarinnar. Í fyrsta lagi láði stofnunin að upplýsa það að stór hópur landsmanna naut mikils ávinnings af þessari nýju gjaldskrá, þar að segja fólki út á landsbyggðinni. Umræðan snerist öll það að þetta væri bara hækkun, það er bara rangt. Þetta var líka lækkun. Það var gjaldskrárbreyting, þannig að þarna fannst mér bæði ráðherranum og stofnuninni bregðast í kynningarstarfsemi. Í öðru lagi voru umræðurnar á Alþingi sem að urðu ekki ráðherra til framdráttar og hans málstara. Hann hélt klaufalega á málum. Mjög klaufalega. Hvað sem því líður þá rauk hann upp í vinsældakosningu? Ég trúi því ekki að það hafi verið út af þessu máli. Eftir að þetta gerðist? Nema þá það að við fengið þessi viðbótaratkvæði frá fólkinu á landsbyggðinni sem skildi það að það var verið að lækka mjög verulega símakostnað á því. En allt þetta mál var hið klaufalegasta, ekki síst á hálfu samgönguráðherra, framkomin í þinginu alveg skelfileg. Þarna tekið fram var ekki bara forsætisráðherra að tala, forsætisráðherra ríkisstjórnar, heldur formaður flokksins hans. Og það var ekki síst formaður flokksins frekar heldur forsætisráðherra sem tók í hnakkadrambið á sínum manni og sagði, kannski ekki beinlínis með þeim orðum, en sagði svona gera menn ekki. Ljúkum þessum kafla Halldór... Við skáum því að samgönguráðherra enn og Já, einmitt, ég ætla að fara að segja, ljúkum þessum kafla því að Halldór Blöndal er ekki hér til svara, en við kannski víkjum að öðru máli nú sem kemur að vinstri pólitíkin í landinu. Jóhanna, verðum við ekki að segja eins og tími þjóðvaka kom aldrei? Já, við skulum nú líta á það hvað er þjóðvaki stofnaður. Sameiningu vinstrimanna. Sameining vinstrimanna er á fullri ferð, bæði í sveitarstjórnunum og líka á landsvísu. Þannig að tími þjóðvaka er vissulega kominn. Er það rétt, Margrét? Þetta var nú snakar alveg svo. Já, ég held að þjóðvaki hafi, að stofnun þjóðvaka hafi í raun og verið ekkert haft mikil áhrif á það þróun sem er eiga sér stað. Það á sér lengri sögu og á rætur sínum rekja til þess sem hefur verið að gerast í sveitarstjórnum land allt dálítið langan tíma. Það er ekki eins og vinstra samstarf sé að byrja þar. Það er búið að vera mjög langan tíma. Og síðan þá breytingu sem óneitanlega verður að kvennalistinn tekur þessa ákvörðun að koma með í viðræðurnar núna sem það hafa ekki gert áður, ekki vilja skilgreina sig til vinstri, ekki vilja skilgreina sig sem félagshyggju flokk, en það gera það núna. Og ég held að þetta er líka hluti bara af því hvernig við erum að svara breyttu pólitísku umhverfi. Við komum betur að hugsanlegri sameiningu og aðstemmdri sameiningu vinstrimanna hér á eftir. Við vindum okkur hins vegar núna yfir í sófann til Helgu Guðrúnar, menn ársins. Þótt margir Íslendingar hafi skarað fram úr á þessu ári held ég að flestir geti verið sammála okkur á fréttastofunum það að áhöfnin á TF Líf þyrlu Landhelgisgæslunnar eigi skilið viðurkenningu fyrir sína afrek.
Á aðeins 5 sólarhringum bjargaði þyrlusveitin 39 mannslífum við hinar hrikalegustu aðstæður og því höfum við valið þyrlusveitina menn ársins 1997. Hluti sveitarinn hér hjá okkur á Hótel Borg og hjá mér sitja 2 flugstjórar hennar, velkomnir Páll og Benóný. Kannski Páll, fyrst, hvað eru margir í þessu sem við köllum þyrlusveit Landhelgisgæslunnar? Hvað eru þetta margir menn? Við getum sagt að það séu svona í kringum 25 manns, 25-30 manns sem koma að þessu. Þessi dagar í mars, Benóný, varstu undir það búin að þurfa að takast á við svona, þú lentir í að bjarga bæði mönnum af Víkartindi og síðan að Ísafellinu á stuttum tíma. Varstu undir þetta búin? Já, maður er kannski aldrei undir búin undir svona sérstaklega viku eins og var þarna í mars, en hvað að segja, faglega séð, já, hóteli er bæði mig og áhöfnina að vera undir að búinir að takast á þessi verk. Og sumir þessar manna eru hjá okkur hér, þeir eru búin að stilla sér upp í píanó, ég heldur ætli nú ekki að syngja fyrir okkur, en bara svo þið sjáuð og fáið þá tilfinninguna að þetta er stór hópur manna sem að þarna vinnur við þetta óeigingjarna starf, sem leiðir hugun að því, Páll, hvers konar menn eru þetta sem að veljast í sveit eins og þessa? Þurfu ekki að vera svona til sérstakar típur? Það held ég nú ekki. Eru þið hetjur? Nei, við erum ekki hetjur. Hetjur hálóttana? Nei, við erum það ekki. Við höfum aldrei litið á okkur sem slíka. En þetta felur í sér að menn eru að leggja sig í lífshættu til að bjarga lífi fólks sem það þekkir ekki? Já, vissu kemur það fyrir að það er kannski telt á tæpasta vaðið, en við erum með góð tæki og við æfum reglulega, vel og reglulega, þannig að eins og Benóný sagði, við erum eins vel undirbúinir undir þetta og hægt er. Ég fór náttúrulega með þér, Benóný, og þínum mönnum á æfingu daginn og það var alveg ævintýrlegt að vísu við mjög góðar aðstæður, það var nú nánast logn og fallegt veður. En ég spurði því þá hvort að þú hefur einhvern tíð að prófa að síga svona eins og ég gerði þarna og mér fannst nú eiginlega alveg nóg um. Hefur þú prófað þetta? Já, ég reyndi þetta eins og fyrir nokkrum ára síðan og ég vona að ég þurfi aldrei að gera þetta aftur. Já, mér þótti þetta frekar óþægilegt, ég er lofthræddur að eðlisfari og þótti óþægilegt að hanga hérna. Hvað með þig, Páll, er þú svona lofthræddur líka? Nei, ég er nú ekki lofthræddur en ég hef ekki pröfað þetta, ég kann betur við bara frammi. Nei. Við ættum nú kannski að fara með þér þegar þú prófar þetta í fyrsta sinn. Ég hef ekki treyst neinu með þá fyrir þessu. Svo var ég að treysta ykkur fyrir þessu. Já, þekktir okkur ekki neitt. Nei. En segðu mér, Páll, þegar þið björguðu á Þorsteins GK, þetta voru hrikalegar aðstæður. Skipið landist þarna utan í hamarinn og... Já, það var aðalega sjólægið náttúrulega sem var erfitt í þeirri björgun og skipið náttúrulega komið hættulega nálagt Krýsuvíkurbergi. Varstu hræddur? Nei, ég var ekki hræddur. Ég var aftur á móti dálítið hræddur sigmanninn okkar. Hann var í mikilli hættu. Þetta er mjög samstillt sveit. Hugsið þið bara svona eins og einn maður, kannski? Já, við erum svo heppnir að þetta er tiltölulega lítil sveit og þannig að við þekkjum orðið hvern annan mjög vel persónulega og búin að starfa saman mjög lengi. Þannig að við erum svona farnir að þekkja kannski kæki og annað slíkt og vita svona mörkin hjá hver öðrum. Og þannig að ég held að það nýtist okkur svona umfram kannski stærri sveitir sem þurfa að fara til stöðlum, vinnureglum og öðru slík. Við getum kannski aðeins tekt svona örlítið á þeim þar sem við þekkjumst persónulega. Páll, þú ert yfirflugstjóri í Landhelgisgæslunnar. Fannst þér læra einhverja lexíu af þessum atburðum í mars? Já, við lærðum heilmikið og það má segja að við lærum eitthvað í eiginlega hverri björgun eða í hver skipti sem við gerum eitthvað. Við lærum eitthvað, já. Hefðirðu boðið því að taka þetta að þér á gamlu þyrlunni, á Sif? Sumt af þessu hefði hún nú engan veginn ráði við, sko. Bæði stærðin á þessu og veðurlega. Við vorum nú bara örfá í þyrlunni þarna daginn en þið komið 19 manns sem borði í TF-flý. Já, við vorum 24 allt í allt með áhöfninni þegar við hýðum allt úr Víkartindi, það var mesta sem við höfum sett í hana. Það var nú orðið ansið þröngt í henni þá. Hvað er þetta mörg útköll á ári sem þið þurfið að sinna? Manstu hvað þetta eru mörg búin að vera þessu ári? Ég er nú ekki alveg með það á hreinu, við erum ekki búin að gera upp árið en það er komið eitthvað yfir 100 útköll á árinu. Giftursamlega bjarganir? Já. Bankið því borðum sig 7-9-13 eins og við hinn? Já, það kemur fyrir, já. Það? Já. Okkur langar til þess að færa ykkur hérna blómvendi, þá þau tvö og takið við þessu fyrir hönd sveitarinnar. Takk. Og svo held ég að þessum blómvendum fylgir bara bestu óskir gott nýtt ár og rólegt nýtt ár hjá Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar fyrir ekki upplifað þetta aftur. Takk fyrir. Takk fyrir kærlega fyrir. Takk fyrir.
Við segjum vitaskuld til hamingju en spyrja má, Margrét Frímannsdóttir, ertu sammála þessu vali fréttastofunnar á mönnum ársins? Já, ég held að þetta sé óvéfengjanlegt val. Þeir sko hafa átt ekki bara stuttan tíma heldur nánast allt árið þakklæti okkar allra og það kannski einkennilegt að orða það þannig en svo athygli sem þeir fengu núna vissulega verðskuldið en við hefðum gjarnan mátt sýna það fyrir. Þeir hafa staðið sig frábærlega vel og við treystum í raun og veru á þessa menn alltaf, allan ársins hring. Þeir eru alltaf viðbúnir og hafa staðið sig frábærlega. Sighvatur, það er væntanlega ekki ágreiningur við borðið þetta, eða? Nei, ekki nokkur ágreiningur. Þetta eru menn sem ættu skilið að vera menn ársins allar. Innan af höndum ómetanlegt starf, sína mikla hugdirfsku, kortfísi og verða mörgum að leiði. Guðný? Já, ég alveg sammála þessu. Ég held að það er eitthvað mjög sérstakt við þeirra starf sem að fær mann til þess að dásta þeim, en auðvitað eru miklu fleiri aðilar sem eru að vinna góð störf, en ég held að allavega þessu ári áttu þeir þetta virkilega skilið. Halldór, þessa daga í marsmánuði, þetta voru afskaplega óvenjulegi tímar. Þessi miklu björgunarafrek, við eigum ekki að þess að venjast. Já, við eigum náttúrulega kannski ekki því að venjast eins og þetta var í mars, en við eigum því að venjast að það sé að gerast atburðir í okkar samfélagi sem að koma skyndilega. Við öll höfum við upplifað sjóslys í litlum byggðarlögum, snjóflóð og ýmislegt fleira. 39 manns bjargað á örfáum dögum. Nei, það er alveg rétt og það var náttúrulega alveg, þetta voru sérstakir hamingjudagar fyrir íslensku þjóðina, en ég vil líka minna á það í þessu samhengi vegna þess að þetta er óumdeilt starf þessara manna, að við getum líka látið mikið á okkur leiða á alþjóðavettvangi í þessu sambandi og við eigum að nýta okkar skipulag og okkar þekkingu sem framlag okkar inn í alþjóðlegt samstarf. Hér var til dæmis mikil æfing í sumar, þar sem var æfinga því að varðaði jarðskjálfta og það vakti mikla aðdáun erlendra aðila hversu gott skipulagi var hér. Það var til dæmis í fyrsta skipti innan Atlantshafsbandalagsins þar sem kona, borgaraleg kona, ekki bara að fyrsta skipti sem var kona, heldur líka ekki úr her heldur úr borgaraleg, sem stjórnaði slíkri æfingu. Þetta vakti mikla aðdáun og við getum þetta getur orðið mjög mikilvægt framlag okkar til alþjóðamála að nota þessa menn og þeirra þekkingu á þessu sviði. Heldur þú, Jóhanna, að hæfni og færni þessara manna sé útflutningsvara og eitthvað sem aðra þjóðir geta lært af? Ég held að aðra þjóðir geti lært mikið af okkur í sambandi við þetta. Þetta er alveg einstakt afrek og ekki spurning í mínum huga og ábyggilega þjóðarinnar allar að þetta er það sem stendur upp úr, eins og við talum hér á 5 dögum, 3 skipsskaðar og 39 mannslífum bjargað. Þetta er alveg einstakt og auðvitað geta aðra þjóðir lært af okkur í þessu efni. Davíð, hvernig upplifðir þú þessa daga og þessi afrek? Þetta er nú þannig að þetta verkefni var þannig unnið að það væri raun sjálfboðaliða verkefni. Vegna þess, það hefði ekki verið hægt af yfirmönnum að gefa fyrirmælum það að fara þennan leiðangur. Aðrar þjóðir, varnarstöður okkur í Keflavík, myndi ekki hafa sendt eina þyrlu í slíkan leiðangur. Svo langan veg, einsins liðs, hefði ekki verið send þyrla. Þannig að þessi menn í rauninni fóru fyrir eigin atbeina, eigin styrk, sálarstyrk og vilja, leiðangur sem ekki hefur hægt að gefa fyrirmælum að þeir færu. Það var svo langt handan við þau mörk sem að vinnukrafan myndi hafa leyft. Það er kannski það sem segir alla sögun. Þannig að þetta var þeirra ákvörðun í rauninni. Menn verði ekki sendir á einni þyrlu svo langan veg til að bjarga svo mörgum mönnum við þess áttar aðstæður. Ég lenti einmitt í því að fljúga þessa leið daginn eftir að þessi hörmulegi atburður gerðist með 2 hreyfla vél langt söður í Atlantshafi, ef svo má segja, og þar skynjaði maður hvílíkt afrek þetta var að bjarga þarna 10 sjómönnum úr olíuþykkum sjó nánast miðja vegu milli Íslands og Færeyja, svo langt var þetta suður af Hornafirði. En við skulum... Aðrir aðilar hefðu sendt með
birgðaflugvélar og bensínflugvélar og aðrar björgunar til að bjarga hinni þyrlunni og svo framvegis. Ekkert þess að þetta var til staðar. Þannig að þetta var allt austur nöf. En menn þurfa hins vegar að gæta því og það verður ekki á að við verðum að gæta því að í framhaldi þess að gera ekki of miklar kröfur til þessara manna. Þannig þeir hættir heillega lífið sínu, þeir gera það mjög oft, en umfram all mörk. Þá gerum við of miklar kröfur, en ég get ekki ímyndað mér að nokkuð maður hefði getað hugsað til að velja annað en við völdum. Já, við skulum ekki gleyma því að þegar við erum að tala um að flytja út þessa þekkingu sem vissulega við getum vegna þess að þetta er aðferðaþekking og reynsla sem þeir menn hafa, að þá skulum við fyrst huga því að búa þannig að þessari starfsemi að okkur sé sómi að vegna þess að við höfum auðvitað að sýna þakklæti okkar fyrst og fremst í verki, ekki bara með því að segja takk, þið stóðu ykkur ofsalega vel og verið mjög stolt. Það er búið að taka mörg ára að ná í þyrlur og við eigum að búa þannig að okkar fólki sem að þarna vinnur að það sé sómi. Við tökum ykkur orðin. Ég minnist þessum reynda líka því ég var að lesa hér viðtöl í blöðum í gær og í morgun við meðal annars fulltrúa þeirra í þyrlubjörgunarsveitinni að þeir segja sem svo og þökkuðu fyrir það að nú væri flugdeild Landhelgisgæslunnar, nú væri sátt, hún hefði viðunandi tækjabúnað, nefndi til sögunar að það þyrfti nýtt öflugt varskip, að búið að taka ákvörðun að byggja slíkt varskip, þannig að það, með allri sanngirni að þá minnst virðast þeir vera nokkuð ánægðir með það í hvaða farveg þetta er komið, kannski allt og seint og síðir. En þeir virðast vera ánægðir með það farveg sem þetta er komið í núna. En hugum þessu næsta öðru efni, við reifum lítillega áður en að við heyrðum í mönnum ársins sameiningu á vinstri væng stjórnmálanna. Það hefur farið ákveðin bylgja yfir samfélagið okkar á síðustu mánuðum hvað varðar bæjarfélögin. Það er fólk að sameinast vinstra framboð í öllum stærstu sveitarfélagunum ef Hafnarfjörður er ef til vill undanskilinn. Sighvatur, verður þessi snjóbolti nú þegar að vetur harðnar stöðaður? Ég tel að Hafnarfjörður verði ekki undanskilinn. Þessi snjóbolti eins og þú segir er farin af stað. Í öllum þéttbýli sveitarfélögum landsins eru menn að vinna sameiginlegum framboði á vinstri væng. Það sýnir hvað það er ríkur vilji hringinn í kringum landið hjá félagsmönnum þessara flokkana á höndum saman. Í skoðanakönnunum sem gerðar hafa verið fáum við það niðurstöðu 40% landsmanna séu reiðubúnir til að kjósa svona framboð. Það segir okkur hvað raddirnar og þjóðardjúpurinn segja. Við verðum að taka mark á þessum röddum og ég tel að árið 1998 verði merkisár það ár þegar að vinstri menn náðu höndum saman á Íslandi. Nú veit ég ekki hvað eru margir sem vilja endilega hvað þessi hljósum sameiningu vinstri manna. Við erum alveg að detta á tíma. Ég bara vil aðeins láta í ljós og skumma að þetta verða veruleika, ekki síst vegna þess að jafnréttismálin hafi ekkert borið hér á góma. Og ég verð að segja að það var minn stærsta stund í þinginu í vetur þegar Davíð Oddsson lýsti því yfir að viðurkenndi að hans ríkisstjórn, bæði þessi og svo fyrri, hefðu næstu því hver einasti ráðherra brotið jafnréttislögin. Og ég tel að með þessari umræðu núna sameiningu félagsaflana að þá geti jafnréttismálin alveg komist á æðri og betri stall og ég held að svo verði og vonandi. Ég kannast nú ekki við það að hafa brotið jafnréttislögin. Ég vona að svo hafi ekki verið og forsætisráðherra... Ég held að það sé rétt. Svarið var þannig að þú hafðir ekki mynd á 12. grein jafnréttislagana í þínum bréfum þegar þú varst ráðherra. Ég hef ekki mynd á hana. Nei, það er skilur ekki að gera það. Nú erum við komin út í dálítið tæknilega atriði. Við verðum að gefa Helgu Guðrúnu aftur orðið. Hefur þú brotið þau lög? Eitt af því sem Martin í Mosdal er efst í huga þessi áramót er að gleyma ekki sínum minnsta bróður. Bræður Martins í Kristi eru reyndar fjölmargir, eins og þessi stutta söngvamynd ber með sér. Gleymd ekki þínum minnsta bróður. Kærleikurinn hinn mikli sjóhóttur. Í Hafnarfirði á sér stað. Í sjö
fréttum fólki styrkur sem öllum vitri getur Já, ég heiti Marteinn Mostal Í hverjum manni Jesú Hvað vil að blanda Jesú inn í þetta mál, ha? Mannkinn getur leið Já, leik, Marteinn Mostal leiðir alla Á skjánum birtast myndir Við fáum allir fréttir að hungursneyð Lofni heitri þjóð Menn konur og börn bíði dauða Án hjálpar eigin enga von Enga von Já, búin til betri heim Já, bræður og systur Betri laun fyrir bankastjóran okkar Ókeypis ríki fyrir alla Og landslæðin Íslands á Laugaland Og Frankenstein heim jólin Marteinn Mostal fyrir mæður og bræður Út allan heim Halleluja Já, ég kem alltaf aftur Eða strax að kryddsildin komin á borðið Tókað! Já, þetta var það komið Marteinn Mostal Það fer heldur betur að styttast í annan endan hjá okkur 9 Hvað eigum við langt til áramóta núna? Það eru 9 klukkustundir Vonir og væntingar fyrir næsta ár eiginlega enda spurningin, Guðný Já, það nú kannski fyrst og fremst það að sveitarstjórnarkosningar fari vel Hvað vel? Það að þessi sameinuðu vinstri menn út allt land vinni stóran sigur og ekki síst Reykjavíkurlistinn hér í Reykjavík Afleiðingin af því, hún meðal annars svo að það verða færri hér við borðið getur þú lofa okkur því að það verði færri hér við borðið næsta gamlársdag? Það vil ég ekki segja neitt eins og það eitt aðal vandamáli samt við sameiningu vinstri það ekki foringi og við ætlum auðvitað alla að vera foringjar og það verður mjög gaman að hugsa það hvort það kannski verða 3 forsætisráðherrar í næstu ríkisstjórn Sjá hvað setur, Halldór, vonir og væntingar Ekki líst mér nú á það að boða 3 forsætisráðherrar í næstu ríkisstjórn það þykir mér nú eiginlega nóg til þess að það verði ekki úr þessu. Já, þú átt nóg með þennan eina minnar. Ég tel að það sé bara grundvallar atriði að það sé einn foringi bæði í stjórnmálaflokkum og einnig í ríkisstjórn. Það er ekki hugmyndafræði kvennalistans? Nei, ég veit að kvennalistin er með þessa hugmyndafræði það séu allir foringjar. Ég held að það hafi aldrei gengið upp. Við ætlum eiginlega ekki að halda umræðunum áfram, vonir og væntingar þínar. Það er nú það settur út að laginu. Ég hef miklar væntingar næsta ár. Ég er bjartsýnn. Ég tel að næsta ár verði gott ár í íslenskum þjóðarbúskap. Þetta gengur vel og það er oft erfitt að halda á því sem vel gengur. Það er mjög auðvelt að missa það niður og það er okkar aðalskylda. Ég gerir mig líka vonir meiri frið í heiminum og við Íslendingar þurfum að leggja eitthvað að mörkum í því sambandi. Ég hef séð skelfilega hluti á síðasta ári, til dæmis í Bosníu, í Sarajevo, sem er mér mjög eftirminnilegt og við mættum stundum minnast þess Íslendingar, ekki sést á gamlársdag, hvað við eigum gott land og hvað við höfum það gott og getum haft það miklu betra og við verðum líka minnast þess að hvaða er fljótlegt að missa þetta allt niður eins og til dæmis gerðist í fyrrum Júgóslavíu. Þar bjó hamingjusöm þjóð, tiltölulega stutt frá okkur og það endaði allt með þessum óskaplegu hörmungum sem við erum núna að hjálpa til með. Þannig ég er bjartsýnn komandi ár. Sighvatur, 1998 verður það pólitísk sprengja, verður það árið sem vinstrimenn munu horfa til þegar framleiða stundir? Ætli ég vona að það verður ekki pólitísk sprengja. Það er pólitísk samstaða, pólitísku friður milli þeirra vinstrimanna sem að hingað til hafa deilt mjög hart í gegnum ári. Friðarbóðskapur en ekki árásarbóðskapur. Og ég vona að það ár verði þjóðinni gott og okkur takist á því ári að færa því fólki sem hefur átt við skarðan hlut að búa í góðærinu sinn skerf af þessu góðæri. Ég vona líka Reykjavíkurlistinn haldi Reykjavíkurborg og ég vona það að sameiginleg framboð vinstrimanna í þéttbýlissveitarfélögum landsins fái góðan framgang
og ég vona að við hérna 4, ég og Margrét, Guðný og Jóhanna, náum á vordögum saman að fylgja því eftir með samskonar sókn vorið 1999, þannig að árið 1998 verði merkilegt árið sögu Vinstrihreyfingar. Margrét, tekur þú undir þessa vonir? Er þetta þín draumsýn fyrir komandi ár? Ég vona að félagshyggju gangi mjög vel í sveitarstjórnarkosningum. Auðvitað ger ég það deili og sérstaklega hér í Reykjavík sem að mér finnst þú eiga fyllilega skili, það er að halda borginni. En síðan vona ég það að það gerist á næsta ári að við sjáum ekki þessa gífurlegu misskiptingu, þar verði breyting á, því hún er, og þú nefndir það væri ekki til tölur, þær eru til því miður hjá öllum félagsmálastofnunum, allstaðar hringinn kringur landið. Og ég vona að við eigum eftir að sjá meiri frið í heiminum, eins og Halldór minntist þér á, og að við getum tekið þátt í því með öflugri hætti heldur en við hefum gert í breyttu umhverfi, og ég vil gjarnan sjá líka umhverfismálin með meira vægi hjá okkur heldur en það hafi verið. Jóhanna, 1998. Já, það er í fyrsta lagi að okkur takist að skila góðærinu betur til þeirra sem minna mega sín heldur en okkur hefur tekist. Við erum á bekk með ríkustu þjóðum heimsins og það á ekki geta gerst hér að það sé þannig að það sé til fátækt á Íslandi. Öðru lagi, mín von er svo að þetta verði ár sameiningar, bæði að því varðar sveitarstjórnarkosningarnar og eins að við okkur takist að ná saman að því varðar landsmálin. Ég er sannfærð það að það muni leiða til verulegra jákvæða umskipta í þjóðfélaginu og leiða til þess að jafnaðarmenn og félagshyggju fólk komist til valda í stjórnarráðinu, og ég held að Davíð og Halldór hafi gott að því að setjast á þingmannabekkina bara næsta kjörtímabil. Davíð Oddsson, síðasta orði í þessari lotu. Þú deilir nú væntanlega ekki orðum þeirra tveggja sem voru næst á undan þeir með þínar helstu vonir og væntingar til næsta. Nei, mér fannst utanríkisráðherrann orða hugsun sína vel það sem að framundan væri, og ég vænti þess að vona að fólkið í landinu uppskeri árangur staðfestu sinnar og trúar á það að Ísland eigi möguleika, að vantrúin sem hefur endurspeglast í orðum þeirra sem síðast töluðu eigi ekki við. Íslendingar ekki vantrúar fólk. Þess vegna hef ég trú á því að árið 1998 verði gott.